Þá erum komin í lið 3, samstarfssamningur heilbrigðiseftirlit Norðurland eystra. Það bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls. Svo Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta mál var 5. liður á dagskrá bæjarráðs 10. nóvember síðastliðinn. Þar sem lögð var fram drög að nýjum samstarfssamningi sveitarfélaga sem standa að heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra. Breytingar voru síðast gerðar á samningnum árið 2006 og því komið tími á uppfærslu. Margar breytingarnar einfaldar orðalagsbreytingar en stærstu breytingarnar eru í 1. grein þar sem tekin út sveitarfélög sem ekki eru lengur til og nöfn annarra lagfærð. Þá eru stór breyting lögð til í 2. grein að heilbrigðisnefndin verði skipuð af stjórn SSNE að afloknum sveitarstjórnarkosningum í stað þess að það verði gert á þingi í SSNE, þingsreyndar í áður sem var breytt. Sú breyting lögð til með það í huga að flýta fyrir skipa nýrrar heilbrigðisnefndar eftir sveitarstjórnarkosningar en tilnefningar í nefndina koma eftir sem áður frá sveitarfélögunum. Með þessari breytingu getur ný heilbrigðisnefnd tekið til starfa strax í júní í stað þess að vera að koma til fyrsta fundar í október. Í 3. grein lagt til að heilbrigðisnefnd ráði aðeins framkvæmdastjóra eftirlitsins í stað þess að ráða bæði framkvæmdastjóra og heilbrigðisfulltrúa. En eðlilegt að framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins sjái einfaldlega allt starfsmannahald. Í 4. grein lokum lagt til í 4. grein að fjárhagsáætlun skuli send sveitarstjórnum til umfjöllunar eigi síðar en 1. september í stað 1. ágúst og hann teljist samþykkt hafi ekki borist athugasemdir fyrir 1. desember í stað 1. nóvember. Bæjarráð samþykkti samstarfssamningi með þeim tillögum sem voru lagðar fyrir og vísaði hún til staðfestingar í bæjarstjórn, en leggur til eina breytingu í viðbót í 8. grein þess efnis að heilbrigðisnefnd boði árlega til sameiginlegs fundar með þeim sveitarfélögum sem standa í heilbrigðiseftirlitinu. Breytingar á samstarfssamningunum eru þá komnar hér til umræðu og samþykktar. Þakkum bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir fyrir, bæjarfulltrúa Sunna Hlín Jónsdóttir gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vona að sú breyting sem bæjarráð leggur til í 8. grein verði samþykkt þar sem kæmi fram að boða skuli árlega til sameiginlegs fundar með þeim sveitarfélögum sem standa að heilbrigðiseftirlitinu. Sveitarfélögum standa vissilega frammi fyrir svipuðum áskorunum og telja nauðsynlegt að þetta samtal eigi sér stað og til dæmis skoða möguleika þess að fara í sameiginlegar aðgerðir. Sem dæmi bókaði ég umræðum starfsáætlun í skipulagsráði þann 14. september 3 liði sem klárlega ættu heima í umræðum á fyrrnefndum sameiginlegum fundi með leyfi forseta. Fyrsta bókunin var 1. Bæjarfulltrúi leggur til að farið verði átak í skráningu á gámum og innheimtu stöðugjalds í sveitarfélaginu. Númer 2. Bæjarfulltrúi leggur til að unnið verði að því að lóðarhafar virði lóðamörk sín og geymi ekki tæki og tól utan lóðamarka. Númer 3. Bæjarfulltrúi leggur fram þá tillögu að farið verði í skoðun á því að koma upp sérstöku geymslusvæði eins og fyrirfinnst í mörgum sveitarfélögum þar sem hægt að fá leigt gámastæði og pláss fyrir vinnutæki sem ekki komast fyrir á lóðum fyrirtækja. Á lóðinni mætti einnig koma fyrir númeralausum bílum og öðru lauslegu dóti sem heilbrigðiseftirlit Norðurlands sinnir eftirliti með að fjarlægt skuli í bæjarlandinu samkvæmt samþykktum umgengni og þrifnað utanhús á starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra. Vert væri að kanna möguleika þess að geymslusvæði yrði rekið í sameiningu með sveitarfélögunum í kring. Þar sem mjög annt með þessi breyting ná fram að ganga þá spyr ég formann bæjarráðs eða forseta bæjarstjórnar hvert ferli í þessari beiðni breytingu og samstarfssamningi svo að það nái fram að ganga. Hvaðan fer þetta frá okkur og munum við þá fá einhvers konar svör það hvort að þessi breyting verði samþykkt og þá af hverjum. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunna Hlín Jónsdóttir fyrir. Og þið laust. Ég ekki með Ég skal reyna að svara þessu. Já. Bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég rétt að spyrja
hvaða ferli, þú veist, þessar breytingatillögur okkar fara í, það sem við settum í bæjarráð. Ég er ekki bara alveg 100% viss en gerir ráð fyrir að þetta verði í raun bara sendt til SSNE og það er samþykkt. Og breytingarnar, þetta eru sveitafjölin sem standa að þessu, gerir hinn sveitafjölin ekki athugasemdir við þessa breytingu og samþykja hana þá að ég verð bara að viðurkenna, ég bara er ekki alveg með þetta hreinu. Og kannski hérna fyrirverandi formaður SSNE gæti kannski upplýst betur það. En ég myndi halda að við sendum þetta og það sé okkar vægi inn í þessum tillögum og hinn sveitafjölin þyrfti einhvern veginn annarkvort að gera athugasemdir við það eða þetta er bara samþykkt. Þakka bæjarfulltrúi Höllu Björk fyrir, bæjarfulltrúi Hildi Anna Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég teldi eðlilegast að okkar tillaga Akureyrarbæjar einfaldlega send sveitafélagunum beint án aðkomu SSNE sem í rauninni á litla sem enga hlutdeild að heilbrigðisnefndinni eða heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að sveitafélögin sjálf myndu þá samþykkja eða synja þá breytingu sem þau hafa sjálfsögðu vald til á umræddum samstarfsvettvangi. Þannig að ég myndi gera ráð fyrir það að vera eðlilegasta ferlið að við myndum senda okkar tillögu til þeirra og þau þá í kjölfarið taka afstöðu til þess. En ekki í gegnum SSNE. Þakka bæjarfulltrúi Hildi Jönu fyrir, bæjarfulltrúi Halla Björk, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er gott að hafa hérna embættismenn með okkur eða bæjarlögmann. Þetta verður sendt sem sagt bæði á sveitafélögin beint og inn til SSNE. En sveitafélögin væntanlega þurfa að taka afstöðu. Og hérna berist engar athugasemdir þá ger ég bara ráð fyrir þetta verði samþykkt. En við skulum afla betri upplýsingar fyrir okkur bæjarfulltrúa og hérna, senda þá þau svör ef þau fást núna næstu dögum. Þakka bæjarfulltrúi Höllu Björk fyrir, orðið er laust. Ekki fleiri hvattir til orð, þá skulum við lesa bókunna. Bæjarstjórn samþykkir samstarfssamninginn og tekur undir tillögu bæjarráðs þess efnis að heilbrigðisnefnd boði árlega til sameiginlegs fundar með þeim sveitafélögum sem standa heilbrigðiseftirliti. Þau sem samþykkir rétt bönd. Samþykkt samhljóma með 11 atkvæðum.